Komið sæl, ég heiti Íris Sigtryggsdóttir og með mér Þorkatla Aðalsteinsdóttir, sálfræðingur hjá Líf og Sál. Við ætlum að ræða í dag einelti og áreitni á vinnustöðum. Eins og við vitum öll að þá þetta verið svolítið áberandi í umræðinu síðustu vikur og jafnvel mánuði. Þetta eru alvarleg mál og tilfelli sem að koma upp á vinnustöðum. Erfitt að leysa úr og erfitt að vinna með, en Þorkatla hefur einmitt sérhæft sig í svona málum. Og að vera gaman að heyra kannski, Þorkatla, ef þú segir okkur aðeins frá hvernig vinnu þú hefur verið að vinna í kringum þessi mál, þessi erfiðu mál. Já, við erum búin að vera að koma að úttektum á kvörtunum, svona kvörtunum sem að varða einelti og áreitni á vinnustað. Alveg síðan 2002 þá kom í fyrsta skipti reglugerð sem varðaði félagslega og andlega áhættuþætti á vinnustað og var svona hengd við lögin hollustuhætti á vinnustað. Áður hafði fólk verið svona uppteknir að birtu og vinnustellingum og svo framvegis, en svo kom þetta þarna inn upp úr aldamótum og þá vantaði aðila, svona hlutlausa fagaðila til að aðstoða stjórnendur við að taka út slíka kvartanir. Og við tókum þetta að okkur, ég og félagi minn, Einar Gylfi Jónsson, sem stofnaði með Líf og Sál árið 2000 og svo auðvitað eftir því sem okkur og fiskur hrygg hjá Líf og Sál og fleiri kom til liðs við okkur, þá höfum við alltaf tekið að okkur svona úttektir og mér finnst sjálfri mjög mikilvægt að sé fleiri en ein manneskja sem stígur inn í þessi mála því að þau eru bæði mjög viðkvæm og ekki allt sem sýnist í byrjun. Það mjög auðvelt að sogast inn í einhverja eina hlið á málinu og þá missi maður þessa hlutlausu sýn sem maður þarf að hafa til þess að sé eitthvað vit í svona úttekt. Við erum 6 sálfræðingar hjá Líf og Sál, þannig að við förum öll inn í þessi mál og erum með viðurkenningu frá vinnueftirlitinu að vera þjónustu aðilar hvað varðar svona áhættumat á vinnustöðum. Og það eru fleiri þjónustu aðilar skilgreindir á heimasíðu vinnueftirlitsins og það borgar sig auðvitað að leita til þeirra þegar að stjórnendur þurfa að fá aðstoð við að taka út þessi mál. Af því að já, þeir eru með námskeið sem að vinnueftirliti heldur fyrir þessa aðila og hafa kynnt sér svona helsta verklagið í svona úttektum. Einmitt. Og þegar ég að segja svona úttektir þá meini ég bæði auðvitað einelti og áreitni á vinnustað, kvartanir slíkt. Því þetta eru óbúslega flókin mál og það erfitt kannski, það ekki endilega hlutverk stjórnanda að stíga inn í svona alvarlegri þætti þegar þetta orðið að vandamáli. Að þá kannski betra að fá utanaðkomandi aðstoð og eins og þú segir að maður getur sogast inn í málið, tekið afstöðu, það getur ýmislegt haft áhrif eins og bara meðvirkni, vinskapur, annað svona kannski þekkingarleysi á aðstæðum og svoleiðis. Eitthvað sem að stjórnendur getur gert til þess að svona búa til menningu sem að leyfir svona ekki að líðast? Hvað svona einhverjar fyrirbyggjandi aðgerðir sem við getum farið í? Já, sko, þær eru mjög mikilvægar á okkar mati. Fyrirbyggjandi aðferðir eru að vera með skýra stefnu, að vinnustæðurinn sé með skýra stefnu sem tekið fram, að svona lagað sé ekki liðið, einelti og áreitni og í stefnunni þarf líka að koma fram hvað eru jákvæð samskipti, hvað gagnkvæm virðing í samskiptum, hvernig leysum úr ágreiningi og svo framvegis. Þannig að það sé, fólk stígi inn í ákveðna svona jákvæða menningu þegar það byrjar að vinna á vinnustæðunum og viti, já, það er svona sem við gerum hlutina hér. Þetta er auðvitað lang besta, forvörnin. Það er jákvæður uppbyggilegu starfsandi, jákvæðar lausnarmiðaðar venjur og siðir við að leysa ágreining, stjórnandi sem að talar fyrir slíku og góð fyrirmynd og talar oft þetta, fræðsla reglulega inn á vinnustöðum, það sem farið yfir hvað góður starfsandi, hvað eru góð samskipti á vinnustað, samskiptasáttmáli inn á vinnustaðnum, þar sem allir koma við að búa hann til og þegar ég tala samskiptasáttmála þá sér fólk kannski fyrir sér
eitthvað mikið plagg, en þá bara verið að tala kannski 3-4 jákvæðar setningar sem að fanga svolítið andan sem við viljum hafa á vinnustanum. Þetta getur verið setningar eins og hér komum við fram að virðingu, við tölum við hvert annað en ekki hvert annað til þess að svona halda baktali fyrir utan vinnustæðin. Við snúum bökum saman, við vinnum saman, eitthvað slíkt, þannig að það sé hægt alltaf að benda á, við gerum þetta svona. Já. Og þessi samskiptasáttmáli sem er sýnilegur í vinnuumhverfinu, það svo mikilvægt forvöld líka, sén á vinnustofu og upp á vegg og heyrðu, strákar, við erum nú farin að tala illa hvern annan hérna, við ætlum ekki að gera það, eða eitthvað slíkt. Já, gefur fólki svolítið svona frelsi þegar þetta sýnilegt að geta bent á, heyrðu, við samþyktum þetta átt að vera svona, nú erum við kannski komin aðeins út fyrir þetta og það gefur þér svolítið leyfi til að taka ábyrgð á þessu eða benda á að við ákvaðum að við ætlum ekki að gera svona. En stjórnendur geta ekki séð góðan vinnuanda, það gerir allir hópurinn. Einmitt. En ég hjó eftir einu sem þú sagðir að varðandi stjórnendur að þeir séu fyrirmynd í þessum málum og að þeir tali oft þetta. Mér finnst það kannski stundum gleymast og ég held að örugglega eflaust allir stjórnendur geti tekið þetta svolítið til sín að við segjum einhvern hlut og svona ætlum við að gera hlutina, við erum með gildi og við erum með stefnur og alls konar og það búið að kynna þetta en svo höldum við bara áfram í daglegum rekstri og það kannski ekki verið að nefna þetta mikið aftur heldur bara við ákvaðum nú þannig að fyrir 3 árum síðan að við ætlum að hafa þetta svona, við veit ekki örugglega allir af því, það ég að vera að tala þetta endalaust. En þú vilt meina að það sé gott að tala þetta reglulega eða hvað? Já, þetta þarf að vera partur af, hvað ég að segja, svona partur af menningunni inn á vinnustanum að við þorum að tala samskiptin, við þorum að benda á það sem betur að fara öll og stjórnandi hlusti á það og taki það alvarlega og gera eitthvað í því og svo framvegis að því eins og þú bendir á áðan, stjórnendur geta alveg mist sig inn í einhverja meðvirkni gagnvart starfsmanni sem faglega sterkur, duglegur, mætir vel, tekst á við flókn og erfiða hluti í vinnunni, svo verður þessi sami starfsmaður uppvísa því að haga sér illa gagnvart vinnufélögum og þá getur það auðvitað alveg gert mjög mannlegt að stjórnendur svona kynna okkur sér við að stíga inn í það, þú veist bara ég má nú ekki við að missa hann eða hana, þannig að ég ætla nú bara að vona að þetta hverfi eða leysist að sjálfu sér. Þetta allt fullorðið fólk og hljóta geta fundið út úr þessu og þannig getur ykkur snjóbolti farið að rúlla af stað og stækkað og það getur orðið svona viðvarandi vandi sem að allir í rauninni finna fyrir og líða út af því. Kvíða vel fyrir að fara í vinnuna, eru rosalega fegnir þegar einhver lasin og svo framvegis og það kemur auðvitað niður á afköstum og eykst starfsmannavelta og svo framvegis. Þannig að það auðvitað alls ekki fyrirtækinu eða vinnustæðnum í haga, afkomu fyrirtækisins í haga svona lagað fái að einhvern veginn velkjast. Einmitt, ef við rýnum bara í rekstrartölur. Já, akkurat, það verða bara alls ekki hagur fyrirtækisins. Þó að þú sér kannski með starfsmann sem afburða starfsmaður og gerir mikið fyrir fyrirtækið, að þá getur hegðun skemmt það mikið að það muni hafa áhrif á og auðvitað held ég að allir stjórnendur vilja náttúrulega sjá til þess að öllu starfsfólki líði vel í vinnunni hjá þeim og þannig. En það hefur komið stundum upp að þú sagði svona hluti eins og þetta fullorðið fólk, þau leysa þetta kannski bara sjálft og það er kannski óttinn við að stíga inn í eitthvað sem að manni finnst ekki koma sér við og kannski líka bara, línan, hvað áreitni og einelti og hvað bara einhver svona stríðni eða eitthvað og það ekkert allir sem eru með línuna á sama stað og fólk kannski leggur mismunandi merkingu í þetta. Hvernig myndir þú skilgreina bara einelti og áreitni á vinnustöð? Þetta auðvitað dálítið flókið. Í skilgreiningunni segir eitthvað þannig, einelti neikvæð og ótilhlýðileg hegðun sem erfitt að verjast og veldur vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður. Síðan eru nefnd einhver dæmi og það eitthvað sem auðvitað alls ekki tæmandi vegna þess að við hegðum okkur á svo ótrúlega margvíslegan máta. Það nú eitt af því sem skemmtilegt auðvitað við að vera inn í hópi að
við erum svo ólík og við lærum svo mikið að hvert öðru, en við þurfum að vera nokkurn veginn sammála hvar línan liggur. Og stundum sagt og ég svo sammála því að lægsti samnefnari, hvað var þar hegðun, verður að gilda. Veist, ég get ekki farið inn á vinnustað og verið ruddalegur í orðum og framkomu og sagt að ég bara svona, fólk verður bara að taka mér eins ég og ég hef nú alltaf verið svona. Þú verður þá bara að vera það fyrir utan vinnustaðina því að inn á vinnustað þá þurfum við að gæta þess að stuða ekki hvert annað. Við þurfum að gæta þess að sýna gagnkvæma virðingu. Við þurfum að lesa í auðvitað ef að vinnufélaga finnst óþægilegt ef ég að knúskissan fyrir COVID þar að segja að þá þarf ég að taka tillit til þess. Þó að mér finnst það eðlilegt og sé alveg þannig upp, þá þarf ég að taka tillit til þess að þessi manneskja er ekki alveg þannig upp og henni finnst þetta inn fyrir mörkin. Og þetta bara það sem það að tilheyra hópi krefst af manni, að við lesum í. Já. Við getum ekki vaðið áfram eins og hestur með augnblöðkur, sko. Við verðum að lesa í, setja okkur í spor, átt okkur á, hver er stemmingin, hvernig höfum við okkur hérna og svo framvegis. Og þetta alveg setur á okkur kröfur og okkur finnst þetta stundum flókið, en þetta er mjög lærdómsríkt líka og skemmtilegt, virkilega. Til dæmis grín á vinnustað, það er mikilvægt að hafa þá reglu að grín sé ekki af kostnað annara. Vegna þess að ef ég á góðan vinn eða vinkonu sem ég vunni mig í mörg ár, þá veit hún eða hann alveg að þetta er vel meint og þetta er góðlegt hjá mér og mér þykir vænt manneskjuna og svo framvegis og í stríðinni og svo í þeirra. En svo kemur ykkur nýrið þarna inn og hann er bara óþægilegt að horfa á þetta. Já. Hann veit ekkert hver sagan er. Þannig að við þurfum auðvitað alltaf að gæta okkar á því að sýna virðingu. Og koma fram við aðra eins og við viljum að koma fram við okkur og við þurfum líka að gæta okkur á því að það er bara hollt að líka að beita húmor þannig að hann sé ekki á kostnað annarra mannesku. Það er alveg svona, það er bara of þunnur ís. Já, og það er alveg hægt að hafa gaman og búa til skemmtilegt umhverfi og án þess að það bitna á einhverjum öðrum aðeila. Já, án þess að sé verið að gera lítið úr einhverjum. Já, akkurat. Og mér finnst sjálfri ágætt einmitt að hafa það í huga og við tölum mikið það á mínu vinnustað. Það er þessi gagnkvæma virðing, vegna þess að hún er auðvitað grunnur undir öllum samskiptum. Ef er ekki virðing, þá verða samskiptin fljótt svo rosalega hættuleg. Og við upplifum þau hættuleg. Ef ég fæ ekki virðingu í samskiptunum, hvað gerist næst? Verður mér ógnað eitthvað nátt, verður gert lítið úr mér, verður grafið undan mér. Þannig að við þurfum alltaf að hugsa þetta út frá virðingu. Já. Og hvar í sveit sem við erum sett, í hvaða stöðu sem við erum, á hvaða aldri, hvort við erum konur eða kallar eða hvaða kyn og svo framvegis. Þannig að það er það sem þessi reglugerð, það er andinn í þessari reglugerð og mér finnst mjög mikilvægt að þetta skuli vera ólöglegt. Já. Að vera að niðurlægja vinnufélaga sína. Já. Það er bara frábært að það skuli vera ólöglegt. Vegna þess að við erum bundin af samningi, við þurfum að mæta í vinnuna, við eigum að vinna saman, annars getum við átt hætt á að missa vinnuna og þá er okkar fjárhagslega og öryggi í húfi. Þannig að það er rosalega mikilvægt að þetta sé mjög skýr rammi inn á vinnustöðum, af því að það eru mikið lokaðri aðstæður en annar staðar. Við getum farið út úr vinnahópum og skilið við maka og svo framvegis en við þurfum vinnu. Já, það gilda þessar reglur og það er bara þannig að þú átt að koma vel fram við samstarfsfólk og þá sem er í kringu þig á vinnustæðnum. Og leitast við að valda ekki vanlíðan hjá vinnufélögum þínum, hvorki með einelti eða annari áreitni eða misbeiting á valdi til dæmis. Og það er mjög mikilvægt í þessum málum að horfa á valdið. Já. Þetta er allt mjög skýrt til í þessari reglugerð. Þannig í rauninni stjórnendur ættu að geta brugðist við samkvæmt reglugerðinni mjög skýrt að þetta hefur afleiðingar og myndur segja að svona fyrirtæki almennt væri með skýrar, það kæmi skýrt fram hverjar afleiðingarnar af svona hegðun væri eða það er snúið að setja afleiðingarnar inn nákvæmlega vegna þess að hvert og eitt mál er einstakt og við getum ekki fundið uppskrift.
En mörg stærri fyrirtæki, það þetta auðveldara þar, mörg stærri fyrirtæki eru með svona dæmi, þú veist, segja, þú veist, getur leitt til áminningar, jafnvel atvinnumissis, tala leiðbeinandi samtöl og svo framvegis og það bara fínt að nefna einhver svona dæmi það, sko, ef þú verður uppvísað einelti eða áreitni, þá gæti það, þá gætur áttu von á því að það eru ykkur viðurlög. Já, akkurat. Mér langaði svolítið að ræða bara að því þú ert að tala einmitt að þetta. Þú talaður umhverfið þar sem við höfum all leyfi til að segja það sem okkur finnst og setja mörk og svoleiðis, svona í rauninni bara sálrænt öryggi, þar sem við höfum leyfi til að segja stopp, mér finnst þú fara yfir mín mörk núna og jafnvel ef að við sjáum eitthvað í umhverfinu að láta vita af því að þá séu stjórnendur að taki svona ábendingum í rauninni vel, að þetta sé ekki eitthvað sem er þá sópað undir teppið eða að hann er bara svona einmitt og svona ítt frá, að við tökum þessu alvarlega og þetta fari í einhvers konar ferli eða úrvinnslu. Og ef að stjórnandinn upplifir að hann hafi ekki forsendur til að stíga sjálfur inn í þetta, annarkvort vegna þess að hann stendur mér nálægt þeim sem eigi hlut, sem að oft eða vegna þess að honum finnst hann ekki hafa næga þekkingu eða líka bara auðvitað stjórnendur hafa nóga sinni í könnu og þetta tímafrekt, að þá hægt að leita til þessar aðila sem ég nefndi áðan, okkar eða annara sem eru með þetta leyfi, að svona huga að þessum áhættuþáttum inn á vinnustöðum. Og þetta með sko, einmitt leita til stjórnandans með áhyggjuefni yfir einhverju sem í gangi í samskiptum á vinnustaðnum, annarkvort eitthvað sem snýr að mér persónulega eða að vinnufélögum mínum. Það svo mikilvægt að fólk viti á vinnustöðum, það hlustað. Vistu, það ekkit endilega hlaupið upp til hand og fót og ég sagði eitthvað og þá það henni heila í sannleikur, heldur það hlustað, þannig að við ætlum að kanna þetta, við ætlum að gera eitthvað í þessu, við ætlum að skoða þetta. Þetta veldur áhyggjum að þú skulle upplifa þetta svona, þannig að nú erum við að bregðast við. Og það hægt að gera það með ýmsum leiðum, ef að kemur ekki fram formleg kvörtun og enginn vill kvarta formlega, vegna þess að fólk óttast þá kannski að missa vinnuna eða það, að það bara versni mórallinn eða mér verði refsa fyrir að kjafta frá eða eitthvað slíkt, að þá getur stjórnandinn auðvitað stigið fram og verið með könnun. Hann getur til dæmis tekið eina deild og bara óska eftir því að hér fari fram ákveðin greining á starfsamta. Það hefur kviknað áhyggjur út af einhverjum tilvikum sem þarf ekkert að rekja eða segja frá. Heldur bara, ég með áhyggjur og mér ber, samkvæmt lögum hollustuhætti á vinnustað, að bregðast við áhyggjunum. Já, akkurat. Og það þarf í rauninni ekkert að skýra það neitt meira. Flestir vita út af hverju þetta sko. Og við höfum oft tekið svona verkefni að okkur og þá segja þeir sem kom í viðtal, ég veit alveg út af hverju þetta það búið að vera algjör leiðindi þarna á milli eða þessi verður alltaf fullur í öllum partíum og alveg umurlegur við konurnar eða þessi kona fer langt út fyrir verksvið sitt, einhverjum frekjugangi eða eitthvað. Og þá náum við að setja þetta í einhvers konar bæði eitthvað form þar sem hægt að fara að takast á við það og koma með einhverja tillögur að því hvað þarf að gera til að lagist andrúmsloftið og örugglega aðrir aðilar líka gera það sama. Það er í rauninni þess vegna sem gott að fá fagaðila inn af því að þeir þá kunna til verka þarna. Einmitt. Og það kannski, eins og segir, það kannski sjaldnast þannig að þetta komur fólki rosalega óvart og það viti ekkert hvað að vera að tala, að yfirleitt þá höfum við tekið eftir hvort sem það er bara mjög áberandi eða hvort við höfum tekið eftir að það er eitthvað aðeins öðruvísi en það á að vera í einhverjum samskiptum eða hegðun. Og þá eru þetta kannski betra að fá utanaðkomandi aðila inn til að geta rætt þessi mál svona hreint og beint eða? Það virðist hjálpa heilmikið þegar starfsmenn tala við eitthvað sem ekki yfirmaður þeirra og ekki í neinu vinnusambandi við viðkomandi, heldur einhver manneskju út í bæ sem að hefur í rauninni það eina mótífi, þann eina tilgang að vanda sig við það sem hún er að gera. Og það virðist
oft hjálpa heilmikið og svona stingur á einhverjum kýlum eða færir allavega vandamálið á einhvern annan og svona annan stað sem auðveldar að takast á við það. Af því að oft eru þessi mál kannski mjög viðkvæm og ég held að við komumst ekki hjá því að minnast á bara eins og MeToo-bylgjurnar sem hafa verið í gangi og eru kannski í ákveðnu hámarki núna varðandi stjórnendur og svoleiðis innan fyrirtækja. Nýbúið að koma upp umræður það sem að svona háttsettir stjórnendur urðu uppvísir af áreitni og fyrirtæki að bregðast opaslega mismunandi við og kannski finnst óljóst hvað þau að gera en þetta eru líka kannski viðkvæmt mál að nálgast fólk sem að bæði fórnarlömbin í aðstæðunum eða bara hvernig þú opnar á þessa umræðu, hvernig hún tilkynnt. Þetta er svona flókin mál sem er kannski eðlilegt að fá utanaðkomandi inn í hvort sem þú ert stórt eða lítið fyrirtæki. Já, sko, við sjáum allavega að stjórnendur lenda auðvitað í alls konar hvað ég að segja, að hagsmuna ágreiningi, það alls konar fleiri hlutir sem að koma þarna inn hjá stjórnendum þegar verið að takast á við svona alvarleg mál. Já. Mér finnst líka svo mikilvægt að við sko festumst ekki í einhverjum persónum og leikendum í þessum málum vegna þess að þegar að mál koma svona upp þá lýsa þau ákveðinni ómenningu, ákveðinni skekkju í samskiptum, ákveðinu bara vandamáli sem við þurfum sem samfélag að takast á við innan í öllum vinnustöðum, inn í hópum, alls það er það sem að við ætlum að vinna saman. Að þá þurfum við að vera með þessi mörk, þessi viðmið á hreinu og enn og aftur segi ég við þurfum að vera með þessa gagnkvæmu virðingu á hreinu og allir þeir sem að hafa völd þurfa auðvitað að vera meðvitaður það. Ég veit að þetta er eitt af því sem er mjög auðvelt að tala og erfiðara í að komast en þegar við berum völd þá þurfum við að vera meðvituð það að það er vandasamt að bera völd. Og við megum ekki misnota völdin og við megum ekki nota því út frá einhverjum eiginhagsmunum. Þannig að það í mjög mörg horn að líta þarna. Ég held að við eigum eftir margar atrennur og margar MeToo-byltingar, bylgjur, mikið af umræðum og það bara af hennu góða. Af því að við erum alltaf að læra betur og betur inn á það að vera heilbrigt samfélag. Akkurat. Og það erum við að gera á öllum plönum. Mér stundum minni mig á að því að ég búin að vera lengi í bransanum. Maður getur talað þetta sem bransa. að þegar að ég var svona tiltölulega ný útskrifuð að þá vorum við að uppgötva að til væri eitthvað sem heitir syfjaspell. Og það sló okkur alveg út af laginu. Það væri virkilega til í dæminu að fólk misnotaði lítil börn og ég man eftir því að umræðan fór út allt og var mjög heiftug á tímabilum og mikil reiði og að því að við vorum í áfalli og mér finnst ég stundum sjá þetta núna. Við verðum í reiði því við erum dálítið í áfalli líka sko. Og svo bara höldum við áfram og lærum. Þetta kannski ákveðið ferli sem við þurfum að gangi í gegnum. Það er reiði og sorg og allt þetta til þess að ná þessu almennilega upp á yfirborðið og geta svo tekist á við þetta og leiðrétt þessa hegðun eða menningu. Leiðrétt ómenningu, leiðrétt skekkjur. Verið meðvitaður það að setja okkur í spor hvers annars. Meðvitaður völd og hvernig við förum með þau. Og þessi virðing. Hvernig höldum við í virðinguna hvert öðru sama hvar í sveit við erum sett eins og ég sagði áðan. En þetta eru flókin mál og eitthvað sem því miður held ég flestir stjórnendur þurfa á einhverjum tímapunkti að svona eiga við, hvort sem það eru alvarlega eða minni alvarleg mál, að þá er þetta allstaðar og þetta kemur upp. Þú ert búin að nefna hérna ýmis svona
tól og tæki sem þið geta nýtt sér, gert kannanir, búið til umhverfi þar sem er skýrt að þetta fá ekki að líðast, samskiptasáttmálar og svona örugga menningu. Og verið fyrirmyndir sjálfur. Það er mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt vegna þess að það eykur traust alveg niður í hópinn, sko. Já, það er svona aðeins til maður setur svolítið stefnuna hvað þetta varðar. Og það er mikið betra að eiga til verklag og stefnu en þurfi ekki að búa það til þegar maður er með vandamáli í fanginu. Já, akkurat. Það er máli, sko. Þannig að þessi orðið það stórt að fólk þurfa að hafa samband við þig og fá þig inn til þess að hjálpa við að leysa úr þessum málum. Já. En það er þá allavega skýrt að það er betra að gera eitthvað heldur en að gera ekki neitt. Og það er ýmislegt hægt að gera. Það er hægt að nýta sér eitthvað af þessum tólum sem að Þórkatla nefndi. Það er hægt að hafa samband við Þórkatlu hjá Líf og Sál og það eru aðrir eins og Vinnuvernd sem koma að þessum málum líka og við hvetjum endilega stjórnendur til þess að vera ábyrgir og virkir þegar kemur að þessum málum. En mér langar bara að þakka Þórkatlu kærlega fyrir komuna. Þetta búið að vera mjög áhugavert og skemmtilegt spjall. Takk fyrir mig. Takk fyrir.